Já, góðan daginn. Heyr allir í mér. Já, verið velkomin á þennan fund eða svona panelumræður með kannski einhverju innleggi frá öllum sem eru hér mér á hægri hönd það hvort að íslensk kvikmynd og kvikmyndagerð, hvort að það sé góð fjárfesting. Við erum búin að fá frábært fólk til þess að vera með okkur hér í dag, til þess að fara yfir þetta, hver kemur að þessu með sínu sjónarhorni, poka og slatta af reynslu og það verður auðvitað áhugavert að heyra hvað þau hafa fram að færa í þessu áhugaverða og mikilvæga máli. Það verður þannig að við verðum með svona 10 til 15 mínútur mestalagi. Ég hefði helst kosið bara að þau töluðu í 10 mínútur og síðan myndum við frekar hafa svigrúm og möguleika fyrir umræður og að sjálfsögðu fyrirspurnir úr sal. En við skulum hefja þetta og fyrstur við erum aðeins búin að breyta röðinu, en fyrstur Gísli Gíslason sem er fjárfestir. Hann var meðframleiðandi að Vonarstræti í gegnum Kísi. Og hann fær þá sömu spurningu eins og aðrir fjárfestir, eins og með Heiðar, er eitthvað viti í þessu að fjárfesta í íslenskri kvikmyndagerð? Og aðrir náttúrulega geta svarað því líka, er eitthvað viti í því að fjárfesta í íslenskri kvikmyndagerð? Fyrir svona fjárfesta eins og þá sem að hafa sitt lifibrauð fyrst og fremst af alls konar fjárfestingum. Einhver spurði, getur verið að þetta sé bara svona hipp og cool atvinnugrein með skemmtilegu fólki, er þetta nokkuð arðbært? Þannig að það væri fróðlegt að heyra og er fróðlegt að heyra hvað þeir hafa fram á færa og hver skilaboð þeirra eru til okkar hér í dag. Gjörðu svo vel, Gísli. Það er eitthvað komið á skjáin, já. Já, ég heiti sem þetta Gísli Gíslason og er bara lögfræðingur og veit í sjálfu sér lítið kvikmyndagerð. En ég hef stundum verið kallaður fjárfestir og stundum frumkvöðl og í dag er ég fjárfestir að ræða við ykkur hvernig að tengjast kvikmyndabransanum. Það var nú bara þannig að það er eiginlega þessi tveir félagar mínir, Ingvar og Júlíus Kemp, sem eiginlega plötuðu mig inn í þetta verkefni. Þeir voru að gera myndina Reykjavík Whale Watching Massacre og voru eiginlega orðnir stopp. Það var búið með allt fé, búin að fá styrki og allt þetta sem þurfti, svo vantaði eitthvað til að klára og þeir settust niður með mér og ég sá það strax að þetta, eins og maður segir á ensku, þetta meikaði ekki sens. Það þurfti mikla peninga til að ná þetta tilbaka, en þeir sögðu, Gísli, veistu að það bara, við gerum marga myndir, suma ganga ekki. Þú bara komdu með okkur í þetta ferðalag og sjáum hvort þetta lagast ekki. Og ég sló til, ég leta hafa pening og þeir kláruðu myndina og Reykjavík Whale Watching Massacre var bara mjög sérstök mynd og við sáum hana hér, en mér fannst það skemmtileg og það voru mjög margir dreppnir í henni og þetta var svona kallaður íslensku spennutrillir. En það sem eins og var rætt hérna aðeins, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt fólk sem kynnist og ég kem aðeins betur að því eftir. En þetta er í raun og veru bara eins og hver önnur fjárfesting, sumar ganga ekki. Maður þarf bara að taka sér sín og hafa úthald og þol til þess að taka þátt í svona verkefnum. Og Kísi er búin að gera nokkra myndir, ég segi ekki alla góðar. Það var hérna Órói, svo Frost sem var mjög sérstök og Vonarstræti sem loksins sló í gegn. Þannig að stundum þarf bara að hafa úthaldið og ég held að þurfi svolítið við íslenska kvikmyndagerð. Að vísu er búið að laga svo mikið hjá okkur og við erum á þessu ótrúlega flottum stað, íslensk kvikmyndagerð og hvað við erum komið með gott fólk í kringum okkur. En ég, náttúrulega svo heldur maður alltaf áfram eitthvað aðeins, ég fyrir tilbaka til síðan þetta, já. Ég náttúrulega gæti ekki alveg hætt sko, þetta var svo skemmtilegt, þannig að ég gerði eina mynd með Bjarna Óskarsinni vinum mínum. Þetta var svona heimildamynd sem heit Bakkabaldur, hún var sýnd svo í sjónvarpinu hérna á 9 árs dag held ég. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Við gerðum þetta eiginlega því að við gátum all farið til Hawaii, hluta myndinni gerist þar. Og hún stóð undir sér þessi mynd og við það tapaði enginn á henni, þannig að það sem betur fer gekk hún. Svo fór ég í skemmtilegt verkefni með Gunnari Hansen og við gerðum nokkra sjónvarpsþætti og þetta stóð líka undir sér. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt, þetta kannski skilar ekki miklum hagnaði en stundum gerist það og þess vegna segi ég það er mjög mikilvægt sko fyrir venjulega fjárfesta að skoða líka kvikmyndabransann.
Og síðan ég með annað fyrirtæki út í Austurríki með vinnum minn líka, Dream Runner Pictures, og það búið að gera nokkra myndir. Það tengist nú kannski ekki íslenski kvikmyndagerð, en það hérna Autumn Blood, hún komin út og það verið að gera nýjar sjónvarpsþætti og nýja bíómyndir, þannig að það margt í gangi. En spurningin svo hvort að þetta sé einhver leið sem maður hægt að fara, eins og Albatross var fjármögnuð. Albatross var fjármögnuð með því að það var svona crowdfunding og þetta eitthvað sem má skoða líka, þá þarf ekki þess að venjulegu fjárfesta eða banka eða styrki, það bara hægt að tala bara við venjulegt fólk, biðja peningi á því. Og þessi mynd var bara mjög skemmtileg, ég vona að hafi séð hana. Að vísu þetta ekkert með mig að gera. En ég að fara núna eftir Bandaríkjanna, hitta svona mann sem hefur oft verið sagt að sé fyrirmyndin af Tony Stark í Iron Man. Þessi heitir Elon Musk. Og allt hans líf raun og veru eins og kvikmyndagerð, eða kvikmynd. Þetta eiginlega allt óraunverulegt. Og þannig að ég ætla kannski að fá að skjóta sérna af þessum panel á eftir til þess að ná flugvélinni minni. En eins og ég sagði áðan, þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt ferðalag að taka þátt í að fjárfesta í kvikmyndum. Ég búin að fara út allan heim, hitta fullt af ógeðslega skemmtilegu fólki. Ég tók bara svona smá brot á þann, bara hendi þetta inn. Og þannig að það ekki, sumar fjárfestingar eru þannig að það eru bara vagasatt leiðilegar, þó maður sé í þeim, en að taka þátt í kvikmyndagerð og hitta þetta skemmtilega fólk skemmtilegt, þannig að það má ekki vanmeta þennan þátt. En ég fór að sjá alveg frábæra mynduna fyrir stutt og ég setti þessa myndi mitt á Facebook sínu hjá mér, fór að sjá Everest. Og ég sagði ég fór á Everest í kvöld og það var mjög gaman, en ég fór hef farið hæst 3200 metra. Og ég get rétt ímyndað með hvernig að vera þarna upp á Everest, en ég var svo hræddur, ég kraup allan tíman hérna uppi, að ég skalf svo mikið og Vilhelm mér einn hjartalæknirinn okkar hann kraup líka, hann við ákvæmum að standa ekki, hinn eru vanari, af því það mjög bratt þarna niður. Ef við hefum dottið til dæmis hinum megin niður, þá hefur enginn nennt að sækja okkur einu sinni, við hefum bara legið þarna. En þetta var nóg fyrir mig 3200 metrar. En við eigum eiginlega einn Ironman og hann hérna með okkur, þannig að þið fáið örugglega að spyrja hann vel spurunum úr, þannig ég held að þetta sé Ironman Íslands. Takk fyrir. Já, Baltasar, þú fara að svara þessu á eftir, hvort þú ert orðin Ironman Íslands. Takk fyrir þetta, Gísli. Ég vona þú verðir með okkur eins lengi og þú getur í pallborði, því það eru spurningar sem strax vakna eftir erindið þitt. Já, gott, þú veist af henni. En næst hingað upp, eða Agnes, þú ræður hvort þú situr í stólnum eða kemur hingað upp og tala við okkur, en Agnes eins og við þekkjum, hún ég myndi segja, hokin af reynsli líka. Hún þungaveikta manneskja í bransanum og hefur komið að framleiðslu mjög margra sjónvarpsmynda, heimildarmynda og ekki síst kvikmynda, og það verður gaman að heyra hvað þú hefur að segja í þessu, Agnes. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég sem sagt hef verið að starfa við framleiðslu hjá fyrirtækinu hans Baltasars síðastliðin 10+ ár, þar sem við höfum verið að framleiða kvikmyndir. Já, 10+. En það sem hefur verið að gerast bara á allra síðustu árum í sambandi við íslenska og norræna kvikmynda og sjónvarpsgerð náttúrulega alveg frábært. Frábært að fá Gísla hingað til þess að tjá sig sína aðkomu frá hlið fjárfestisins, vegna þess að það ekki nema kannski 5-6 ár síðan að það var svona breakthrough í sambandi við til dæmis sjónvarpsþáttagerð á Norðurlöndum, með því að nú farið að sýna seríur í sjónvarpi, á primetime, á orginal tungumálum, og þetta eitthvað sem maður hefði ekki getað séð fyrir meira en 5 árum síðan. Nú fara menn alveg í krossferðir til norrænna framleiðslufyrirtækja til að leita kontenti, það þykir eftirsóknarvert. Þannig að það verulega mikil breyting á ótrúlega skömmum tíma. Og mér finnst frábært að fá tækifæri hér til að hafa þessa samkomu og koma kvikmyndagerðarmönnum saman og fjárfestum, því þetta eitthvað svona sem við þurfum
í raun og veru að gefa betur gaum að fá fjármögnun inn í verkefni hér. Þau geta verið arðbær, auðvitað áhættusöm á köflum, en þau eru af ýmsum stærðum og gerðum og svona hugafar eins og Gísli sýnir hérna með sínu framlagi áðan að sum virka en önnur geta fallið, og þá er mjög mikilvægt að fá samvinnu og skilning á því, og síðan frábært að fá fjárfesta og þá sem eru í þeim hugleiðingum til þess að setja sig aðeins betur inn í þennan heim framleiðslu. Hann er mjög áhugaverður, kreatífur, margt í gangi og sannarlega sem verið að skoða. Þannig að takk fyrir að skipuleggja þetta. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Aukið samtal, takk fyrir. Aukið samtal, segir Agnes, milli kvikmyndagerðarmanna og fjárfesta, og við förum hugsanlega yfir einmitt nákvæmlega þetta á eftir. Grímar Jónsson með hrútana sína og fleira, hann er tiltölulega, myndi ég segja, nýr í bransanum en er strax komið með mjög öfluga innkomu, og það er fróðlegt að heyra frá honum hvaða sýn hann hefur. Við erum búin að heyra einum fjárfesti, einum reynslubolta, og svo kemur þú með þínu trukki inn á sviði. Þannig að gjörðu svo vel, Grímar, gaman að heyri þér. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla að vera svona leiðileg, bara að lesa blaði, af því ég undirbjó mig svolítið og pældi svolítið í hvað það væri sem ég langaði að tala Já, mér langaði að byrja að tala kannski bara almennt kvikmyndaiðnaðinn og kvikmyndasjóð. Eins og við vitum þá hafa íslenska kvikmyndir mikilvæg menningarhlutverki að gegna á mörgum sviðum, en einnig finnst mér svo verðmæta sköpun sem svona mínum mati vera ólýsanlega mikil þegar kemur að þeirri landkynningu sem íslenska kvikmyndir skapa erlendis og þeim afleitu tækifærum sem það skapar. Velta í framleiðslu á kvikmynduðu efni hefur vaxið 300% frá árinu 2010. Íslensku kvikmyndum hefur fjölgað mikið með tilkomu ódýrari kvikmynda framleiddum án stuðnings frá kvikmyndasjóði. 11 kvikmyndir í fullri lengd uppfylltu skilyrði framlag Íslandsstyrks Óskarsverðlaunanna í ár, en kvikmyndasjóður hefur stutt að meðaltali aðeins 4 myndir hinn síðari ár. Eins og við vitum, öll er kvikmyndin dýrt form sem krefur aðkomu mjög margra, oftast mörg hundruð manns, en við sjáum hins vegar að framleiðslukostnaður hefur farið stig lækkandi og hvernig efnistök hafa verið einfölduð. Sé borið saman við meðalframleiðslukostnað á íslenskri kvikmynd í dag miðað við Norðurlöndin. Þá sjáum við glöggt hvað við erum að gera ódýra myndir. Ég myndi halda að meðalkostnaðurinn á íslenskri kvikmynd væri svona 200 milljónir plus mínus, en hann er að minnstu kosti þrefalt hærri ef við lítum til Norðurlandana. Þetta finnst mér vera svolítið alvarlegt mála því þetta hefur bein áhrif á efnisvalið og það er illmögulegt að framleiða kvikmynd sem gerist í fortíðinni, er epísk eða mannmörg, svo dæmi sé tekin. Þetta hefur líka áhrif á möguleika á þáttöku í ýmsum evrópskum stuðningsverkefnum því að við náum ekki lágmarksþröskuldum oft á tíðum með okkar myndum. Óskrifuð regla sem ég hef heyrt víða er að til þess að mynd teljist svona gjaldgengi í evrópskri samframleiðslu, þá þarf budget myndarinnar að vera að minnsta kosti 2 milljónir evra, og það er oft sem að íslenskar myndir standa tæpt með því að ná því marki. Samt virðist svo vera að það eru ótrúleg gæði í þeim fáu myndum sem við framleiðum almennlega. Ég hef ótal oft og sérstaklega undanfarið fengið þessa spurningu erlendis: hvernig farið að þessu? Hvernig farið að því að búa til svona margar góða myndir á Íslandi? Og við þeirri spurningu tel ég ekki vera eitthvað eitt einfalt svar. Ég leiði stundum hugan að þáttum eins og sterkri sagnahefð, góðum sögum, frábæru kvikmyndagerðarfólki, en ekki bara landslags og framandi heims eins og oft er horft til á Íslandi. En ég held að sé líka kannski út af því að við erum svo fá að það búi í okkur einhver svona óbilandi kraftur. Ef við tökum dæmi unga manneskju sem býr í landi þar sem búa 10 milljóna manna, að þá þar samkeppnin allt önnur og öðru vísi heldur en hér á landi.
kannski hlutfallslega auðveldara að komast á framfæri á Íslandi. Ég veit ekki, ég leiði allavega hugan að því og finnst erfitt að svara þessari spurningu á einfaldan hátt. Af hverju búið til svona margar frábærar myndir á Íslandi? Mér langar að halda áfram og tala aðeins hið opinbera. Að því eins og áður sagði þá framleiðum við fleiri myndir en áður með tilkomu ódýrari kvikmynda og með tilkomu ódýrari kvikmynda framleiddum án stuðnings frá Kvikmyndamiðstöðvar. Þær myndir eiga ekki sömu möguleika á myndir sem fá stuðning frá Kvikmyndamiðstöð. Mér finnst reyndar að það eigi ekki að tala stuðning eða styrk frá Kvikmyndamiðstöð, heldur fjárfestingu. Ef ríkið myndi hækka og ákveða að hækka framlag til Kvikmyndasjóðs verulega, væri að ræða arðbæra fjárfestingu sem skila sér margfalt aftur í kassan. Það löngu sannað. Málið nefnilega það að án fjárfestingar frá Kvikmyndamiðstöð, það sem oft kallast grunnfjármögnun frá heimalandinu, á viðkomandi verkefni ekki möguleika á því að sækjast eftir erlendri fjármögnun sem oftast lyftir verkefnum upp margar hæðir að gæðum og getur þar að leiðandi gert það eftirsóttum fjárfestingarkosti fyrir aðra en ríkið. Að mínu mati liggur grunnurinn að þessu öllu í öflugu fjárfestingarstarfi Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Að þessu sögðum finnst mér vera unnið þrekvirki innan KMÍ eða Kvikmyndamiðstöðvar. Hjá sjóðnum eru 7 stöðugildi sem sinna sama starfi og skildum og þeir 150 til 200 manns sem að meðaltali vinna hjá Kvikmyndamiðstöðum annarra Norðurlanda. Íslensk góð fjárfesting fyrir hið opinbera? Já, en við getum gert betur og ein leiðin til þess að efla sjóðinn með hærra framlagi frá ríkinu. Þannig getur sjóðurinn styrkt sína innri starfsemi og við getum framleitt fleiri frábæra bíómyndir og sinnt því menningarhlutverki sem kvikmyndaformi gegnir betur á arðvænan hátt. Kannski mætti skoða nýja leiðir einhverju leyti ef við horfum til að mynda til danska kvikmyndasjóðsins. Þá styrkur frá þeim ekki hreinn styrkur, heldur fjárfesting. Danski kvikmyndasjóðurinn rekúpar sitt framlag tilbaka ef vel gengur. Það þarf reyndar að ganga mjög vel því að framleiðendur fá það sem þeir leggja í verkefnið tilbaka 175% áður en að danski kvikmyndasjóðurinn rekúpar sitt tilbaka hlutfallslega miðað við það sem þeir leggja í verkefnið. Þannig geti kvikmyndasjóður fengið tilbaka sína fjárfestingu ef að vel gengur. Sjálfum finnst mér þetta vera kannski ein leið sem að mætti skoða. En íslensk kvikmynd góð fjárfesting fyrir fjárfesta eða einkaaðila? Svar mitt þar einnig já. Að því gefnu að það sé komin grunnfjármögnun í verkefnið og það sé til staðar grundvalla þekking hjá þeim sem fjárfestir. Þegar ég vann fyrir Norræna kvikmynda- og sjónvarpssjóðinn voru aðalega 3 þættir, handrit, leikstjóri og framleiðandi, sem við horfðum til þegar við vorum að meta verkefni. Handritið þarf að vera frábært, content is king, eins og gamla klisjan segir. Hún líka bara þeim mun sannari, handritið ótrúlega mikilvægt og ekki síður leikstjórinn og framleiðandinn sem þurfa að hafa skýra sýn og haldgóða reynslu. Gamla þumaputtareglan í kvikmyndum að ein af hverjum 10 framleiddum myndum, að það sé ein af hverjum 10 framleiddum myndum sem halda uppi arðsemi, til dæmis í Hollywood. 2 til 3 myndir eru sjálfbærar en restin tapar. Og ef við setjum þetta yfir á hefðbundna áhættufjármögnun, þá þetta ratio ekkert ósvipað á til dæmis í sprotabransanum. Kannski sjálfsagt eitthvað betra hlutfall ef eitthvað Rétt eins og þar, þá getur við hitt jackpot með kvikmynd og fengið mikinn hagnað, en það þarf að halda uppi tapinu kannski á 60 myndum í leiðinni. Kvikmyndir hafa náttúrulega verið framleiddar yfir 100 ár og í raun hefur kvikmyndamarkaðurinn verið mjög stöðugt módel allt fram á síðustu ár þegar ný tækni kemur til sögunar. Greinin að fóta sig í þessum nýju veruleika, en ljóst að margir í gömlu virðiskeðjunni halda fast í sín virki því ný tekjumódel hafa óneitanlega áhrif á þeirra stöðu. Hins vegar gamla módelið enn að skapa langmestu tekjurnar í greininni og ekki skrítið að það sé viðspyrna við að yfirgefa það. Það eru ýmis tækifæri sem hafa verið þróuð í kvikmyndagreininni sem gerð eru til að lágmarka áhættu fjárfesta og hafa verið lítið notuð hér á landi.
Þar sé ég líka tækifæri. Dæmi slíkt eru til dæmis verklokatryggingar, en einnig geta forsölur oft gefið til kynna hvað myndir ná langt og trú dreifingaraðila á verkefnum. Þeim fylgja alla jafnan tryggðar lágmarksgreiðslur sem nýtast við fjármögnun verkefnanna. Aðkoma sterkra söluaðila líka eitt af því sem má nota til að mæla möguleika mynda til að greiða tilbaka fjárfestingu í þeim. Mér finnst kannski að miklu leyti undir okkur framleiðendum komið að útskýra, fræða og leita nýrra leiða. Fyrir þann sem ekki þekkir virðist framleiðsla kvikmyndar og þessi bransi vera algjört og rugl. Það tekur oft 3 til 5 ár að koma saman kvikmynd ef allt talið með og það koma mörg hundur manns að því ferli og greiðslufræðið oftast út allar trissur. Í Hrútum fékk ég 2 erlenda áhættufjárfesta til að koma verkefninu til að leysa tímabundið vandamál á greiðsluflæði. Þeir una báðir sátti við sitt í dag. Við þróun og fjármögnun á Hrútum voru vandamál mín sem framleiðanda gagnvart fjármögnun og vöntun á fjármagni aðalega tvíþætt. Annars vegar á þróunar- og fjármögnunartímabilinu og þar stöndum við hinum Norðurlöndunum langt að baki og það oft það ferli sem dýrt og enginn hefur trú á verkefninu kannski á þeim tíma eða ekki eins mikla trú og vera gæti. Og þar sé ég tækifæri fyrir áhættufjárfesta að koma inn með fjármagn snemma á ferlinu, taka hlutfallslega kannski meiri áhættu en eiga þar af leiðandi líka miklu meiri von að fá góða arðsemi tilbaka. Hitt vandamáli var minniháttar en það tengdist svona tímabundnu cashflow vandamáli á framleiðslutímabilinu. Þær kvikmyndir sem almennt sýna bestu fjárhagslega afkomu á Norðurlöndunum eru barna- og unglingamyndir, þótt ekki sé hægt að segja það sama fyrir íslenska myndir. Hér eru það persónulega myndir með áhugaverðum karakterum sem hafa náð hvað lengst. Að mínu mati eigum við að efla okkur heima við með okkar sérstöðu og það ætti að verða leiðin sem við eyðum okkar kröftum og fókus í. Leið við eflum við menninguna, tungumálið og fáum enn meira athygli og betri fjárhagslega niðurstöðu. Takk fyrir. Ég þakka kærlega fyrir mjög áhugavert innlegg og margir punktar sem að þú komst inn á sem að við förum yfir líka hér á eftir en það einmitt alltaf þessi ábending að þetta sé líka fjárfesting hjá hinu opinbera en ekki eingöngu stuðningur. Alltaf að mínum að þetta réttmæt nálgun og ekki síst í ljósi þeirra talna sem væntanlega verða kynntar á næstunni að meðal annars að hið opinbera komi að jafnaði að 12% eða innan við 12% að fjármögnun mynda getur verið meira hjá sumum og ekkert hjá öðrum en að jafnaði þetta 12% fyrir utan þau störf afleiddu bæði bein og óbein sem koma í tengslu við kvikmyndagerðina. Mér finnst persónulega alltaf menningarvigtin skipta mestu máli en það kannski bara hvaða maður kemur hverju sinni. Mér finnst það skipta máli að ræða menninguna talandi eins og þú sagði sterku sagnahefðina. Gott kvikmyndagerða fólk, velmenntað, með reynslu og svo framvegis sem við höfum hérna yfir að ráða. En ég ætla ekki að tala meira, ég ætla að halda áfram, reyna að koma þessu áfram og koma boltanum yfir til þín, Heiðar. Þú ert næstur, þú ert fjárfestir, þú ert búinn að heyra meðal annars skilaboðin frá Grímari, hans skoðun og það forvitnilegt að heyra hvað þú hefur fram að færa og mér skilst að þú sért með einhverjar slæður hér. Já, takk fyrir ráðstefnuna og takk fyrir að bjóða mér. Ég sem sagt stillið þessu svona upp, þetta listform eða þetta atvinnugrein? Þetta kvikmyndalist eða þetta kvikmyndaiðnaður? Og ég þykir gaman að síðan á eftir getum við þetta rætt þetta, þannig að ég ætla bara í örstuttu máli að fara yfir nokkra helstu punkta. Svona mín aðkoma að kvikmyndabransanum, eins og ég líti á þetta, hann nú ekki mjög merkilegur. Mín aðkoma þar að segja, vegna þess að þegar ég bjó í New York þá var ég að vinna þar og koma nokkrum stuttmyndum. Það var bara í formi styrkja, ég bjóst aldrei við að fá þá fjármuni tilbaka. Á móti koma, ég fekk skattaafslætti og ýmislegt annað á móti, þannig að það var ekki eins og ég verið að gefa 100% af peningunum, þá kannski svona 60% kom tilbaka.
En það ein leið til að gera þetta, en það eru fleiri leiðir. Ég kom síðan að framleiðslu Svarts á Leiks og það var mynd sem gekk mjög vel og ég sýni ykkur tölurnar úr þeirri mynd, svona í grófum dráttum hérna á eftir og hvernig við litum á það verkefni. En ég ætlaði svona aðeins að fara yfir þessa tvo kosti. Ef við horfum á þetta annars vegar sem listsköpun og hins vegar sem kvikmyndaiðnað, hvernig væri hægt að stilla þessu upp? Og ef við skoðum bara styrkina frá ríkinu, þá er það þannig að við tökum menningarstarfsemi sem heild á Íslandi, þá er hún að fá það bil 35 milljarða á ári frá hinu opinbera. Ef ég væri kvikmyndagerðarmaður og hugsaði, já, þetta eru þá 35 milljarðar og ég myndi geta vilja sækja í þetta fjármagn, þá þyrfti ég væntanlega að sækja á það á kostnað einhvers annars sem væri þá að fara út. Það er nefnilega þannig að við erum að setja í styrkjum talið mun meira í listabransan heldur en löndin í kringum okkur. Við erum það bil þrefalt þetta OECD svona meðaltal og tvöfalt það sem gerist á Norðurlöndunum í kringum okkur. Við vitum síðan að í Bandaríkjunum þá er annað fyrirkomulag á þessu og það er spurning, er hægt að líta á þetta bara beint sem iðnað? Við gleymum því að við ætlum að sækja einhverja sérstaklega meiri styrki í bransan, horfum bara á iðnaðarhlutann. Ef við ætlum að stilla þessu upp sem fjárfestingu, hvernig myndi þetta þá líta út? Og ég tel svona persónlega ef við ætlum að efla kvikmyndagerð og í raun og veru ef við ætlum að koma og byggja upp atvinnustarfsemi, þá er það betra að reiða sig á fjármagn frá einkaaðilum heldur en frá hinu opinbera. Hagræn áhrif kvikmyndalistar, það var heiti á skýrslu sem Ágúst Einarsson bjó til, margt merkileg. Það sem er eitt í þessari skýrslu sem hefur síðan ítrekkað verið minnst á og mér finnst svona gæta ákveðins misskilnings með, það er þessi margumtöluðu margfeldisáhrif. Vegna þess að í raun og veru er það þannig í hagkerfinu að allt hefur margfeldisáhrif. Og þegar maður ákveður að setja peninga í eitthvað eitt frekar en eitthvað annað, þá verður ekkert úr öðru og þar kom engin margfeldisáhrif en þau koma fram á öðrum stað. Þess vegna auðvitað eins og gagnvart fjárfestingu þá skiptir öllu máli að þar sem hún er tekin, að þá sé hún arðbær. Margfeldisáhrif eru allt liggjandi og allt kring. Það er ekki hægt að dæma verkefni, iðngreinar, listsköpun eða annað út frá því, heldur frekar út frá því hvað framleiðslan er að gera. Það eru þetta svo margt sem hægt er að tína til. Það er þetta að tína til landkynningu, það er þetta að tína til ýmislegt. Ég horfa á þetta bara hreint og beint út frá fjárfestingunni sjálfri. Hvað er það sem hún getur gefið okkur? Hérna er svona mjög einföldu mynd af því hvernig tekjur og síðan kostnaður voru í kringum Svartur á Leik. Við settum það bil 50 milljónir inn í þetta og það komið 60 milljónir frá kvikmyndamiðstöðinni, 10 milljónir styrkir erlendis og svo 20 milljarða endurgreiðsla frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti. Þannig að í heildina erum við að sjá að myndin kostaði það bil 140 milljónir. Þegar við fórum að stað með þetta, þá bjuggumst við því að það væri gott að fá svona það bil 40.000 gesti í kvikmyndahús til að sjá myndina og það myndi bara, þá væri við sáttir. Og hversna vorum við að horfa á þá tölu? Jú, við horfum á þá tölu vegna þess að 40.000, við reiknuðum með 1000 kall á miða, það voru það bil 40 milljónir. Og vegna þess eins og Grímar kom inn á hérna áðan að þá framlag kvikmyndamiðstöðvar, það er ekki endurgreitt, það er í formi styrks. Þannig að ef við fengjum þetta cirka 40.000 gesti, við værum með einhverja selda DFD-diska og kvikmynda eða sjónvarpsréttin líka seldan, og þá myndum við cirka bara hafa upp í kostnað. Við gerðum mikið í því að breyta svolítið svona kynningarstarfinu í kringum myndina. Við ætluðum okkur alltaf að reyna að búa til vinsæla mynd. Við höfum kannski minni metnað á svona verðlaunasviðinu, meira bara á því að reyna að ná inn sem mest að tekjum fyrir bíómyndina. Og ég tel að það hefur tekist ágætlega. En sem sagt það kom eitthvað það bil 65.000 manns í bíó og sjá myndina. Ég skiluði okkur það bil 70 milljónum í tekjum. En það sem gerir algjörlega útslagið er að það var hægt að selja þessa mynd aðeins erlendis. Þannig að komu 60 milljónir þaðan. Þannig að
Gagnvart okkur sem settum hérna, vorum tveir sem settum 50 milljónir í þetta, þau var búið að greiða, við byggum síðan til bónuskerfi gagnvart leikstjórum, helstu leikurum og öðrum þýðinleikum að okkur myndi raunverulega takast að vinna þetta langt umfram væntingar, að fara með þetta úr 40.000 upp í að nálgast 70.000, geta selt þetta erlendis annað þýðinlíkt og þá myndu þeir taka þátt í þeirri verðmætasköpun með okkur. En þegar voru búin að greiða það var samt eftir mjög góð ávöxtun fyrir okkur fjárfestana. Við fengum tæplega 2 sinnum peningarnir tilbaka, cirka 30% á ári í 2,5 ár. Þannig að það sem ég hef lært að auðvitað er hægt að líta á kvikmyndagerð á Íslandi sem kvikmyndaiðnað. Það er eitthvað sem er alveg hægt að fjárfesta í. Fá peningarnir tilbaka fyrir utan skemmtilegheitin sem geta fyllt þessu líka. En ég set þau alltaf í aftursætið. Málið er auðvitað að líta á þetta gagnvart mér bara beint út frá peningunum. Hvernig er þeim varið, hver er áhættan og hvað getur hugsanlega áunnist. Ég einhvern veginn er svo dómharður með það að verðlaun á kvikmyndahátíðum, það er frábært að fá verðlaun á kvikmyndahátíðum, en gagnvart fjárfesti að það skiptir fyrst og fremst máli að fá fjármagnið aftur tilbaka. Verðlaun á kvikmyndahátíðum getur auðvitað hjálpa til við að sækja sér styrki, sækja sér trúveruleika, annað þýðinlíkt. En gagnvart fjárfestið þá er það bara alltaf ávöxtunin sem öllu skiptir. Það minnst kosti gagnvart mér. Ég er ekki ástríðu fjárfestir í þessu bransa. Og þess vegna ef að menn ætla að ná árangri út frá mínum forsendum, þá þurfa menn að vera að skoða þetta sem söluvænlegar myndir. Það eru margir sem eiga sögur og eiga hugmyndir og annað sem vilja gjarnan koma til skila. En ef að viðtökurnar er ekki þannig, þá er spurning hvort einhver fjárfestir hafi áhuga á því. Það þarf alltaf fyrst og fremst að nálgast það út frá því hvað kemur tilbaka. Þannig að ég vonast bara eftir góðum umræðum og eftir og ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Takk Heiðar, þetta var fróðlegt. Fengum allavega svar við því að kvikmyndagerðin hún er það er hægt að líta á hana sem góða fjárfestingu með ákveðnum aðferðum. Næstur hingað það maður sem við þurfum ekkert að endilega mikla kynningu á, leikstjóri, hestamaður og leikstjóri. Og hann hefur nú ekki verið, helst hestamaður, en hann hefur nú ekki legið á skoðunum sínum í þessum málum frekar en öðrum, þannig að það verður fróðlegt að heyra hvaða skilaboð hann hefur til okkar, komin inn á kannski annað svið. En enga síður þá situr eftir spurningin, er íslensk kvikmyndagerð góð fjárfesting? Yfir til þín, Baltasar. Já, svarið er einfalt, já. Hún er getur verið mjög arðbær fjárfesting. Það er frábært að heyra í manni svo Heiðari, vegna þess að það er nákvæmlega þessi nálgun sem við þurfum. Bara er þetta hardcore, er þetta að fá peningin í þetta, er þetta að fá það tilbaka. Þú veist, hitt er allt frábært, en það raun og veru, er raun og veru ekki spurningin. Það er frábært sem að Rúna sagði í viðtalinu daginn. Íslenska kvikmyndasumar eru runnið upp. Já, það er runnið upp, engin spurning. Við vorum með unnu Norrænuverðlaunin, við hvað var, húsi opnaði Berlín, ekki opnaði Berlín, það var galaskrýningu Berlín, hrútar unnu Svartan Gard, Þrestir voru að vinna San Sebastian, Everest opnaði Feneyjar og er að fara yfir $100 milljón í dag í tekjum. Ég er að taka á móti fólki eftir, út af vikingamyndinni minni sem þið var búin að heyra í 10 ár. Það er að fara að gera hana og hún verður gerð ábyggla fyrir eitthvað svona upphæðir, $50 til $60 til $100 milljón og verður mjög arðbær fyrir okkar fyrirtæki. Að þetta er íslensk mynd. Það er alveg sama hvaða tungumál hún er gerð á. Hún kemur hérðan og hún verður tekin hér og hún verður íslensk. Að því að ég held að sumu leyti þá höfum við svolítið verið að plæja sama akurinn. Og það er alveg skiljanlegt. En það hefur kannski vantað svona, svolítið breiðari nálgun á þetta. Við höfum verið það er kvikmyndasjóður og það er Norræni sjóðurinn og það er Júrumas og svo einhverjir skandinavíski meðframleiðendur og það er eina leiðin fyrir sumar myndir eins og hardcore arthouse myndir eins og
eins og sennilega Þresti og Fúsa og sem eru mjög hardcore en þær geta alveg orðið arðanlegar enga síður. Það ekkert ef að menn gerir þetta skynsamlega. Þá og við höfum oft komið mjög vel út í slíkum myndum. En þú að vita hvað þú ert að fara út í. Þú ert ekki að beðja eitthvað að koma 100 milljónir inn í svoleiðis mynd. En ef þetta skynsamlega gert, þá eru sjóðirnir mjög sterkir í því. Svo kom myndir eins og Svartur á leik sem eins og kemur í ljós sem allt önnur formúla. Svo til myndir eins og Mýrin sem ég gerði sem hittir í bæði hólfin. Sem bæði fékk alla styrki sem mikið af styrkjum og gerði það mjög gott bæði erlendis og hér í tekjöflun og vann líka kvikmyndahátíðir. Þannig að sko svo líka annað sem ég langar bara að segja, kannski ég hef ekki mikið að gera þetta. Ég var rosalega leiður að heyra þetta með Danmörku, hvað þeir eru rosalega góðir. Þetta bara bull. Ég veit ekki þess að Danmörk hafi átt, nema þeir eru að reyna að claima Þresti núna, skilji. Þeir hafa átt neitt sérstökur velgengni að fagna á þessu ári á kvikmyndahátíðum. Og ekki veit ég þess að leikstjóri hafa verið að gera stóra hluti núna í Hollywood heldur. Þannig að sko, það vantar svolítið svona, við þurfum aðeins að belgja okkur meira út. Skilja, vera aðeins, þetta nefnilega helvíti flott og þegar maður úti og eins og þeir sem búin að vera núna að taka þessa hátíð, þá þetta sem spurning á allra vörum, hvernig andskotunum farið að þessu? Af hverju svona mikið að gerast hérna? Og ég held að við getum öll Skandinavíulöndin, þá stöndum við mjög brattir og raun og veru betur heldur en þeir, hvað var það svona, okkar ásýnd erlendis núna. Ég ætla aðeins að tala ófærð, því að það líka svona verkefni sem maður rakst alveg rosalega mikið af veggjum. Þetta er gert af miklum stórhug og ákveðum við ætlum að gera þetta á þessu sama plani, þá í fjárhagslega, þetta verður svo aðra dæmi hvað plani kvikmyndagerðin en fjárhagslega á sama plani og þessar skandinavísku seríur. Og okkur tókst það að fjármagna þetta upp á tæpan milljarð og þetta alltaf á íslensku og fyrir utan einhver Dani sem að stauta eitthvað ensku en við lentum miklum ógöngum með bankakerfið og vegna þess að þeir skilja þetta ekki og þeir hafa náttúrulega heyrt einhverja horrorsögur gjaldþrot frá mér eða Friðrik eða einhverju skiljið, það er búið að ganga á fjöllum hærra og mikið skrifað það en það ekki mikið skrifað fjárhagslegu successana og það ekki mikið talað þá. Á endanum tókst okkur og raun og eina sem vorum að biðja við vorum með samninga út allan heim með þess að frá ZDF sem ríkisfyrirtæki að fá eitthvað til þess að cashflowa eins og hann var að tala áðan. Vandamáli að cashflow, komin á ákveðna stærð, þá verður cashflowið svo erfitt. Að því allir samningar við sjónvarpsstöðvar til dæmis eru eftir þú skilar efninu. Og það var alveg sama hvað við tölum alla bankana, allir rosalega á Balti og allt það skilur endilega hittan, en þegar kom að þessu, þá voru þeir allir að heikjast á því sama. Þeir treystu ekki að við myndum delivera seríun. Ég sagði að eina sem stendur í þessum samningum að ég þarf að skila efninu. Ekki á hvaða quality, ekki bara tímalengd. Ég sagði ég get klárað á iPhone-inu mínum og sett ég þetta og þau verða að borga mér. Og sagði hvað hefur þú drefst? Það svo lítil þekking inn í bankakerfinu og inn í fjármálageiranum yfir hvernig það funkar. Á endanum stegi Gamma upp og gerðu frábæran díl, þau moldgræða á þessu og þeir eru með samninga bakkað upp alla leið. En þeir þurftu að koma með, ef maður rétt 500 milljónir. Og þetta og sko, það sem ég kannski það líka, núna ég að fjármagna verkefni sem heitir Eiðurinn og ég reyna að fara svolítið aðra leiðir. Við erum með styrki úr sjóðum, en við erum líka að tala við Finnfor sem að koma penning inn í þetta. Og við erum að selja þetta út allan heim. Málið að þetta að breytast rosalega. Við seldum það ófært í Bandaríkjunum fyrir stuttu. Og ég ætla bara að segja ykkur hvað við seldum hana fyrir. Við seldum hana fyrir 1,2 milljónir dollara. Til Bandaríkjana. Á íslensku. Þetta alveg hægt. Og það hefur engum dottið huga það einu svona hægt að sýna íslenska seríu í Bandaríkjunum. Fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að þetta alltaf opnast og meiri síðan með þessa mynd sem ég að gera núna þá sko allt í einu sko þetta vandamál með tungumál að verða minna
Menn bara, svo, þú veist, Harvey Weinstein var að spá í hana, skiljið, fyrir hérna Ameríkumarka og ég var að tala við hann um þetta og það bara ekki vandamál, nei, ég held að það skipti ekki svo miklu máli. Það að opnast fullt af dyrum og það mjög athyglisvert með dönsku þættina, fyrir ég að tala um dönsku þættina, hérna að þeir voru vinsælli originalarnir í Bretlandi heldur en remakein. Þannig að þegar ég var að tala um þessu sölu bæði á ófærð var það íslenska versjónu, ekki remakeið. Það allt annað ella sem að verður að gera seinna. En þetta, og ég held að við stöndum fram fyrir möguleikum og það líka ákveðin svona, það ákveðna stærð. Ég man eftir því þegar ég kom til Bandaríkjanna einhvern veginn og að gera 101 og ég fekk fund með hvort það New Regency eða eitthvað svona, New Line eða eitthvað hátt upp í einhverjum turni. Og ég fæði fundið og spurði hvað myndin að kosta? Já, bara svona $1,5 milljón eitthvað leys. Ég segi, já, nei, við erum ekki að gera myndir undir $5 milljón. Ég get alveg hækka budgetið. Þá það seint. Það bara, nei, skiljið, að þessi stundum þarf bara ákveðna stærði líka til þess að þetta sé áhugavert fyrir. Það ekki bara að gera lítið og smátt og einhvern veginn og þetta verður allt í lagi. Það stundum þarf ákveðna stærð og ákveðna sín til þess að fjárfestinni komi inn á endanum. Og ég held að þetta sé að opnast mikið og þetta að breytast og bankakerfið að koma móti þessu og iðnaðarráðuneytið að reyna að breyta lögunum sínum. Það til dæmis vandamál. Það ekki þetta hvað kallar þetta veðsetja iðnaðarráðuneytispeningana af því að þeir eru bundnir fjárlögum. Og þetta eina landi í heiminum sem þetta vandamál. Og þetta búið að meira áttar vandamál og var stór vandamál út á Everest. Að þeir get ekki tryggt þessi 20% og þar að leiðandi getur ekki veðsettu til þess að fá peningin í þegar þú ert að gera framleiðsluna. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra fyrir ekki, ég misti með þess. Hérna, bara ræðum þetta. Já, ég vissi það að hann var ekki búinn að undirbúa erindi að hann myndi ekki opna munni fyrir minni en minnst okkur 10 mínútur og þetta var frábært að heyra þetta allt sem að gerast og það sem að ég var gott að finna þessa jákvæðni sem að það fullt af hluti sem að gerast, mörg tækifæri sem að við verðum þá að reyna að grípa og höndla rétt. Næstur og síðastur núna hingað upp í ræðustólinn. Ræðupúltið er Rob Aft. Hann fjárfestingar- og dreifingaráðgjafi. Hann hér á vegum bandaríska sendiráðsins og RIF og hann verður með erindi á morgun milli 4 og 6 í Hafnarhúsinu. Ég hvet ykkur eindregið til þess að fara þangað því við erum komin hingað með reynslubolta á þessu sviði, varðandi fjárfestingar og ekki síst á sviði svona óháðra mynda. Og hann hefur verið að kenna víða allt sem að tengist þessum bransa þannig að það einstaklega áhugavert að fá Rob Aft hingað upp. Rob Aft, the floor is yours. And for your message to us Icelanders, please. Thank you, Katrín. Thank you. Thank you to RIF for having me here. This is great. Thank you all for coming. Thanks to the American Embassy that has paid for me to be here, which is very nice of them. And I hope that I can share some information about the way all of this works in the world in general, but in particular in the United States. I was very impressed by everything the other panelists said. They certainly made a lot of the same points that I'm going to repeat in my talk. I just disagree with one thing that Gisli said about the film industry being fun. I'm glad you find it fun. That's really nice. Most of us, it's about numbers and banking and lawyers. The meetings I have are with bankers and lawyers. I occasionally meet with producers, but really, when we're talking about is it a good investment? That's part of my job. Now, I should tell you a little about myself. For many years, I was a film distributor. I worked in international licensing, selling the rights to English language movies for distribution around the world. And one of the companies I worked for 5 years, I was the president of distribution for Mr. Mark Damon, who distributed one of Baltazar's movies, Two Guns, which is an excellent film. I watched that movie again and again on HBO
HBO now. And so what we would do is pre-sell the rights to these films around the world to reduce the risk. And we would use those contracts to finance the film. A bank would lend money against those contracts, and so we were dividing the risk with distribution companies like my friend Arnie Samuelsson from Sam Film here. And I had coffee with him 3 days ago in Los Angeles. I don't know why he is in Los Angeles during this wonderful film festival, but he is. And so I wrote some comments because, as you might have already seen, I can just talk and talk and talk and tell stories, and so I have to have something written, otherwise I will bore you to death. So basically, what I'm doing now is doing financial analysis for mostly banks. So I will look at a package including all of the financial details and help them decide whether or not it's a good idea to loan money to produce the film. So the banks loan money, they don't invest in the pictures. Usually there are also other investors. The bank gets their money first. The investors get their money after the bank. So usually first the distributors take a distribution fee and they recover their costs, then the bank is repaid, and then if there's anything left after that, then the investors will get some of the money to repay their investment and maybe a profit. So basically, is anything a good investment? When Kringland decided to put a shopping center here, the Kringland Shopping Center, how did they decide if that was a good investment? How does a company like Eimskip decide to buy another ship? Well, a lot of what they do is the same exact process that we do in the film industry. And I should note that we're not trying to decide if a film should be made. A film is a cultural product. There are a lot of great reasons. Gisli might make them for fun. I don't know. Maybe that's, yeah, there are a lot of great reasons, and culture is certainly one of them. The Canadian government invests a huge amount of money in their film industry because of culture. There are other reasons. Tourism. We had a meeting this morning with Einar Thomasson, who's the film commissioner here, and he was saying how in Norway that tourism went up 30% based on the film Frozen. The animated film Frozen has increased tourism in Norway 30%. Obviously, you've got Game of Thrones tours here, so that's a good reason. But what we're talking about is actual investment, people putting money, not just your time and effort as filmmakers, that's also an investment. And it's not in order to produce something cultural, which is also a great reason to make movies. So, but if it's a hard cash in, cash out investment, how do you decide that? Well, same way that Eimskip and Kringland will make decisions, how much is the government going to put in? How can you bring down the cost to the investors of the movie? And can you get a low-cost, low-interest loan to cover the rest of it? Is that going to make a difference? How long is it before the investment starts to pay off? With a film, you put the money all in up front. During the production process, you're spending most of the money that you're ever going to spend. And then there's another large chunk of money that's going to be spent when the film is released in theaters. That's often more expensive than the production. So you can't just think about the production cost of the movie, you also have to think about the distribution cost. And on top of the distribution cost, you have the fees that the distributors will take, which might be between 15% and 30% of the revenue. All of that's paid out prior to the investor getting any money. So you also have to think, who are my clients? Who's going to see the movie? Is it going to have international value? Or is it only going to make money here in Iceland?
will it have any ancillary value to it? I've been studying a bit about the movie Jar City, and how that was certainly a successful film here and probably was a good investment. But now it's being made as in an English language version, so that's additional money that will be coming into the producers of the original, who are also involved, obviously, in the remake. And there might be a television series, which I had a few conversations about that, but those are all value that you're building in a brand. Are there going to be sequels? Certainly George Lucas is the expert on that. He, as part of his negotiations to have additional budget for the first Star Wars movie, he gave up his fee, but in return they gave him sequel, remake, and merchandising rights worth billions of dollars, amazing amounts of money. And so you've got to think about what property are you creating? Are you creating just a film, or are you creating an industry like Star Wars, or a potential TV series and remakes? What are the various revenue streams? So you also have to think about your partners. Are your partners people you trust? Are your distributors people who are going to give you the money once they receive it? Is there a way to protect yourself from people stealing your money? We do that through what we call collection accounts. And so you have a collection account where all of the revenues from the film are paid. And then the collection account manager has a list that we call a waterfall of where the money goes after it's paid in. So maybe the first money goes out, in the United States, the first money goes out to the talent unions. Screen Actors Guild, Directors Guild, Writers Guild, they get a piece. And then maybe the sales agent gets a piece, and there's a recoupment of costs. And then maybe the financiers start getting paid back. So these are all things you have to look at to decide if the investment is going to be good. Is someone, there are a lot of good distributors, but there are a lot of bad ones as well. There's a group that I've been part of for a long time, the Independent Film and Television Alliance. They're members like Lionsgate and the Weinsteins and Mark Damon, and they're a trade organization for international distribution companies. There are about 150 companies, from 50% from the US, 50% outside the US. They're not all honest. There are some really good companies in there, but there are also some bad ones. So just because they belong to that organization, you can research companies, you can make phone calls, you can ask people here if they had good experiences or bad experiences with certain distribution companies. And then there are other ways to secure your investment. Can you keep the budget low? Can you control your marketing costs? Can you lower your distribution fees? Can you ask the producers to take less money? Producers hate to hear that, but that's one of the big ways that the bank gets more certain that we're going to be repaid for a loan, is that we lower the producer fees. Instead of giving the producer 10% of the budget, maybe they only get 2% of the budget. But then they can take as much as they want after the bank is repaid. So as an investor, you want to keep all of those costs down. So one of the things I always tell people is, when you're looking at a film having a profit or not having a profit, the film doesn't have a profit. The film's not a person. The film's not, well, it's an individual company, but it's not, the film doesn't pay alimony. The film doesn't buy cocaine for itself. That's, producers do that. Producers have alimony. Producers buy cocaine. But so the film is not a person. People make money or lose money. Companies make money or lose money. And you can have one film where 50% of the entities involved made money and the others lost money. So you can't say, oh, this film was profitable. Well,
yeah, that film was profitable for the director, for the writer, for the stars. It was not profitable for the investors who came in at the last minute and added a little extra money. It was profitable for the bank, the distribution company, but you have to look at each individual entity in the transaction and see if they made money or not. Usually investors are left towards the end of the revenue stream. So it's often possible that a film looks successful, like Lord of the Rings is a good example. Lord of the Rings looks like a hugely successful movie, let's say the first one. But because the director, Peter Jackson, had a huge, what we call gross profit participation, 17.5% of all money that came in went to him. Huge amount of money. Just on the international theatrical, just on the global theatrical, it was hundreds of millions of dollars that he received. And other people, the Tolkien estate and other producers, the total was about 30% first dollar gross payments. It's mathematically impossible then for the film, for the other investors to get any money. So you have to look at all of that, and it can't just because a film was famous, successful, won Oscars, doesn't mean that the investors even got their money repaid. And so in terms of Iceland specifically, you're in a great situation. I've only been, I did a lot of research before coming here, but and I met with Arnie Samuelson, I met with Einar this morning, and you're attracting a massive amount of international production here. So your skill set, your physical production base, the equipment you have to work with, the infrastructure that's being built, your CGI facilities, all of those things for a country of this size are amazing. I was asking Einar this morning if it looks like 10% of the people in Iceland must be involved in the film industry. The number of films you make, the number of international productions that are brought in. It's staggering, and it's really helped the tourism industry as well. And so you've also got one of the highest frequentations in the world. 5 or 6 times a year, Icelanders go to see a movie. That's huge. In most of Europe, it's one. Most Europeans see 1 movie a year. Americans might see 2 or 3. I forget what the number is, but for a population to see 5 or 6 movies a year is incredible. You have talent. You're exporting talent, obviously. Hopefully not forever. Hopefully, your Baltazar is going to make a lot more films locally as well, but that's you're exporting Jar City. You're exporting. So for a country of your size, you're exporting a huge amount of cultural product in the form of filmmakers and potentially remakes. And you've got co-production agreements that you know about. Your government is providing a high level of support, and you have something that a lot of places that are trying to attract production right now don't, which is a very reliable banking and legal system. I won't get, there are a lot of boring details that I won't get into, but that is huge. To be able to come here and sue somebody, to take them to court, to get them to adhere to the terms of an agreement, you can't do that in China. You can't do that in a lot of the world. I shouldn't. Am I being taped? But the Chinese legal system is not going to be very friendly to an American company coming there and saying, my partner didn't pay me. But here, you've got a legal system, you've got a banking system, you've got reliable infrastructure. If I book a hotel room here, I know the hotel room's going to be there. And I know that if I get a car, there's going to be a car waiting. I actually wrote a book about how to attract production to your community, and a lot of that's in here. Well, exactly what you're doing already are suggestions. So if I haven't bored you too much today and you've got time tomorrow, I'm also giving a
2 hours. You can listen to me for 2 hours. Ugh, sounds terrible. Or you can. This is a free book. I'm not selling anything. Trust me. I don't. This is a free book that is published by the United Nations World Intellectual Property Organization. And if you just Google from script to screen and WIPO, it has a lot of detail about how the world business functions, the markets, the festivals, and just generally how film finance works. It's not interesting at all, but it's stuff you need to know. So as producers or whatever you're doing in the film industry, you need to know all this stuff. So thank you for listening to me, and hopefully we'll have some questions. Thank you so much, Rob. Thank you for your input, and thank you for sharing your experience here with us today and advice. And you're always welcome back to Iceland. You're obviously not traveling to China in the foreseeable future. But nú erum við að fara yfir í íslensku. Hann með túlk hérna frammi, þannig að hann heyrir allt. You're listening, Rob? Okay, fine, excellent. Þannig að við ákvaðum að hafa þetta allt saman á íslensku, svona bara eins og ófærð og aðri góður þættir eru teknur upp. Þannig að ég ætla að fá að vera hérna með, búið að virkja þannan, og hleypa að sjálfsögðu ykkur að, en ég ætla samt að leyfa mér allavega að ríða á það. Ég kem hérna með mikrofónu til ykkar, og það margt sem er áhugavert. Heiðar, þú talaður að í rauninni að það sem að gera útslöð við Svartur á leik voru útlönd. Myndirðu segja, því það kvikmyndamiðstöð og það meðal annars starfsmenn kvikmyndamiðstöðar hér, myndirðu segja að kvikmyndamiðstöð eða Invest in Iceland eða hvað það ætti frekar að hjálpa til á þessu sviði, reyna að fókusera á þetta, biðja ykkur að taka aðeins niður, og svo fáum við líka spurningur úr sal. Baldur, ertu ekki sammála því sem að meðlans Agnes sagði samtal milli, nei, þú sést strax, það alveg nóg, en samtal fjárfesta og kvikmyndagerðar. Hefur það verið nóg hérna á Íslandi? Er það nógu þroskað? Er komin einhver menning, einhver kúltúr í það samtal? Og hvað myndirðu ráðleggja okkur þar? Svona þetta kannski það fyrsta, og síðan Gríma, nú ertu búin að hlusta á bæði fjárfestana, og Agnes og Baltasar og líka Rob náttúrulega. Þú ert að fara að gera vonandi þína næstu mynd, vonandi ferðu aftur að gera fleiri myndir. Sérðu, hver svona stærsta hindrun, hvar mestu kökkurinn, hnúturinn í maganum þú ferð inn í næsta verkefni? Og Gísli, ertu þú verður að fá spurningu líka áður og flýgur að vita ævintýrana. Hvað sér þú með sjálft kerfið eins og það uppbyggt núna í dag? Ef þú fengir einhvern dag til þess að breyta þig, hverju myndirðu breyta fyrst? Og Agnes, það var líka talað Heiðar talaði að það þyrfti að gera vinsæla myndir, því þú ert búin að koma svo ótrúlega mörgum myndum og alls konar verkefnum. Heiðar talar að það þurfa að gera svona mynd sem bara fókusulega á vinsældir, líka gæði eins og Svartur á leik, til þess að geta fjármagnað annað listform. Sammála þessu? Og svo orðið laust. Ég hleyp til ykkar og meðan ætla þau að byrja að svara. Heiðar. Já, þegar við fórum á stað og hafðum einmitt samband við kvikmyndamiðstöðina, að þá sáum við svona þessa hefðbundnu samninga sem framleiðendur höfðu gert við kvikmyndamiðstöðina, og það var raun og veru bara 1 A4 blaðsíða. Og við komum með samning á ensku, hann var búinn til einhverju lagfræðingum, að svona erlendri fyrirmynd og var fjöldi blaðsíðna, og það kom svolítið á kvikmyndamiðstöðina. Ég reyndar fyrirverandi bankamaður og svo var meðframleiðandi minn líka fyrirverandi bankamaður, þannig að þeir heldur kannski við ætluðum að ræna kvikmyndasjóðinn, tæma þetta, en það var ekki. Við vorum bara að reyna að búa til mynd út frá svona alþjóðlegri forskrift, og það náttúrulega alltaf í þessu þegar við erum að reyna að breyta einhverju, búa til eitthvað nýtt, það þurfa menn að hugsa svolítið hlutina upp á nýtt, og það sem við vorum bara að reyna að gera var að taka það sem hefði reynst vel alþjóðlega og reyna að heimfara það hingað. Og þá í framhaldinu, þá smá sem mann kannski, ef þetta tókst hjá okkur hérna, næstu í 2-falda tekjurnar af myndinni með því að ná henni á markað úti, að þá það til eftirbreytni.
og það náttúrulega spillir ekki fyrir að núna gríðarlegu meðbyr. Ég meina það sem sérstaklega Baltasar og samstarfsfólk að gera, að það náttúrulega bara að opna algjörlega nýjan markað. Ísland orðið allt annað í augum þessara alþjóðlegu aðila, myndi ímynda mér heldur en það var. Þannig að það hægt að fylgja þessu eftir og heimfæra alþjóðleg vinnubrögð hingað til Íslands, að þá alveg hægt að búa til myndir sem skapa meira alþjóðlega heldur en að gera hér. Gísli, sem fjárfesti líka. Já, þú þannig að breyta einhverju sem við þurfum að laga og ég held að Baltasar, hann lýsti þessu best á hann, það hérna þessi 20% sem að menn eiga rétt á að fá tilbaka samkvæmt lögum, en þetta allt háð fjárlögum, þetta þarf að detta inn í fjárlög og það getur allt gerst. Þannig að þegar við vorum að vinna í þessum myndum sem við vorum með þá eins og hann benti að það ekki hægt að verðsetja þetta, það ekki hægt að fá pening út af þetta og ekki neitt af því þetta ekki komið inn á fjárlög. Ef þessi peningar sem ríkið ætlar að setja í þetta mál eru setja bara í sjóð, þá hægt að sækja á hvernig sem og þeir eru tilbúnir. Og þetta svona það sem ég myndi væri sneggsta breyting eða minnsta málið að laga þetta verkefni. Að þessi 20% sem koma tilbaka, þeir séu bara til staðar, það setja veðsetja ef það þarf og þau eru ekki að eiga það undir næstu fjárlögum hvort að þetta kemur eða ekki. Breyta starfsreglum þingsins, já. Samtal bransans við bankakerfið og fjármálakerfið náttúrulega mjög takmarkað. Það feimni á milli? Já, þetta bara svona óþroskað samband, skilur við. Þetta bara svona unglingar að byrja saman eitthvað. Þetta ekki alveg, hvora aðilinn veit eða hvernig það nálgast hinn. Skilur við, og maður finnur það bara inn í bankakerfinu hvaða lítil þekking á þessum bransa. En það eitthvað sem við höfum lifað með lengi. Þegar ég kveikti í frystihúsi, þá var bara einhver vitleysingur sem var að leika sem eldspýtur fyrir austan, en ekki einhver iðnaður eða eitthvað fyrirtæki sem lenti í vandræðum út af því að starfsemi sem var að framkvæma olli slysi. Og það var bara öll nálgun og allt sem við fengum var bara hvað þetta fólk að leika sem eldi í einhverju frystihúsi. Og ég held að þetta sé bara, þetta næri gegnum allt og við höfum ekki verið teknir alvarlega og sem fjárfestingakostur. Leið og menn fara að sýna hagnað og alveg eins og frábært að heyra þetta dæmi með Svartur á leik. Það gleður mig ekkert meira heldur en þessi fjárfesta græða peninga. Ég veit að það voru að fara til það rattur. En þannig að ég held að þetta líka bara bankakerfi þarf aðeins að og ekki bara bankakerfi heldur fjárfesta líka skoða þetta. Þegar ég fer á stað að gera myndir þá var ég ekkert að hugsa hvað ég myndi græða á 101 Reykjavík. Ég var ekkert að spá í það. Ég setti bara launum mér, bara setjum þetta allt í myndinu og gerum þetta, reynum að ég var að hugsa miklu lengra. Það sem ég í dag, eða lengra en það sem ég í dag. Ég ætla að græða seinna, skilurðu mig. Og það ef við fengjum fjárfestana til þess að hugsa svoleiðis, að koma með í uppbyggingu á okkur sem alveg rosalegt potential. Og þetta alveg rétt sem að segja, það þarf alltaf að brjóta boxið, hugsa öðruvísi. Eitt til dæmis sem að ég ekki, mér langar ekki, og ég með fullri virðingu, ég ekki að gera lítið úr þeir sem gera það, en mér langar ekki að verða gæt á Íslandi fyrir ameríska stórmyndir. Mér langar actually að framleiða þær hérna á Íslandi. Og eins og með til dæmis Ófær, það eru 3 aðilar núna að keppast remake-réttinn. Ég ekkert að fara að selja hann. Ég kannski að fara að hleypa ykkur að vinna með mér í honum. Að ég ætla að framleiða hann sjálfur, remake-ið. Þannig að þetta að gerast í samtali líka við sænska aðila út af John Nesbo bók sem að biðja að gera og það sama nálgun hjá þeim. Þeir alltaf gera, það eins og við getum tekið þetta hægt og rólega og gert þetta sjálf. Því að þar alveg hagnaðurinn. Með service-stílnum, það bara svo takmarkað, servicin hefur svo lítið margin. Og ég hef unnið í þeim bransi, ég átti í Trú Norð tíma og það bara mjög lítið margin. Og þetta svona svolítið eins og auglýsingastofu, þetta svolítið þessum fólki sem þar. En þetta ekki samt einhver hluti af mósaík svona mynd, að það eru allir sem skipta máli í þessu? Allt átt að vera það, en skiljið mig. En ég held bara að það sé hægt að taka þetta og snúa dæminu við, því að það ekkert minni talent hérna, actually það eiginlega meiri sennilega talent hérna heldur en í Bandaríkjunum, skiljið. Það meiri með hærra menntunarstig. Það auðveldara fyrir fólk að komast í þetta, eins og við erum að reka RFX Studios.
það svo fljótt við að mennta þetta lið. RFX var leiðandi í Everest og það eitt það sem að fólk verðist vera hvað hrifnast af svo vinna. Þannig ég bara tala með að snúi sig við og þá eru marginir miklu hærra og möguleikarnir á til dæmis fyrir fjárfesta að komast inn í, ég veit að það margir fjárfestar sem hafa spurt mig, þetta að komast inn í Víkingamyndina? Já, það getur vel verið. En þá fær þetta að vera alvöru tækifæri og svo annað sem ég langar að segja kannski leiðinni, það það að ég ósammála Grími, ég var sammála Grími einu sinni með að borga tilbaka kvikmyndasjóðinn og ég átti nokkur samtölu við Laufey það, en í dag ég ósammála því. Ég segi ykkur af hverju, vegna þess að ég veit ekki neitt kvikmyndaframleiða sem hefur grætt pening sem hefur ekki sett það í aðra mynd. Og það enginn sem hefur hlaupið með peninga út úr þessum bransa og ekki haldið áfram framleiða. Og það ekkert betra fyrir bransan en hagnaður. Það það besta sem kemur fyrir bransan hagnaður. Því að þá meiri möguleiki að við getum stækkað þetta og brekkað þetta og gert þetta arðanlega. Ég held að þessi mörguleiti, þannig ég bara aðeins tæki undir, ég held að þessi 90% atvinnugreina það sem hagnaðar að það setja hagnaði niðurlega inn í frekari fjárfestingu í viðkomandi grein. Það er frábært að hagnast. En Agnes, aðeins, ég spurði þið áðan varðandi svona stórmyndir, vinsælamyndir eftir samlagi sem að Heiðar sagði upp á möguleika fyrir annað listform og líka í rauninni þetta sem að Balti var að segja að taka þetta bara heim að við höfum nægilega mikið af þessum talendum og þá ert þú með þína reynslu og þína aðkomu. Hvað segir þú? Já, ég fagna þessari umræðu og þessu sjónarmiði Heiðars líka. Auðvitað þurfum við að gera myndir sem fólk vil sjá að sjálfsögðu og svo getum við leyft okkur líka kannski að fara í einhverja tilraunakendari verkefni ef við erum með hagnað sem að býður okkur upp á það sem það bara áhætta sem tekin. En ég held að flesti séu í þessum bransa til þess að ná myndunum sínum út, annað óeðlilegt. Og það fínt í rauninni að hafa kannski svona þessa svipu á sér, þú veist, með fjárfestum sem þurfa að einmitt ríkúpa sitt, að það held ég sé bara jákvæð pressa, ekki spurning. Já, þetta algjörlega sama á í leikhúsunum. Það þarf vinsæl stykki, svona kassastykki til þess að geta ítt áfram öðrum leikritum sem kannski fjárhagslega ekki arðbær. Ég ætla bara að segja sko, það ekkert alveg þannig, Þorgerður, vegna þess að það fullt af frábæri myndum sem eru líka góðar, sem að gera fullt af pening. Það þarf ekki að vera óvinnir. Það þurfi ekki að vera til hlutir. Nei. Algjörlega, og það líka komið í ljós að einmitt hvort það varst þú eða einhver annar sem sagði að það kæmi aftur ljós hvort það var ekki þú bara Heiðar að myndir sem að hefði kannski fyrirfram ekkert með spá mikið í að myndi bera að vera með einhvern arð að þær gáfu síðan fullt í kassa með fjárfestinguna. Rob, you want to intervene here? So I just wanted to say in terms of art films that turn a profit, David Cronenberg I know is being honored here, and I had the honor of selling his movie Crash that's going to be here I think tomorrow evening they're showing Crash. That was very much an art film. Great picture, won a prize in Cannes, and was extremely profitable. Made a lot of money. And most of David Cronenberg's movies are profitable. And even smaller art movies, but one shift that happened, I started my career selling Jean-Claude Van Damme movies. So, but by the late 90s, mid-90s or late 90s, he was going down, but all the art film directors were coming up. Yeah. So I started selling movies from Abel Ferrara and David Cronenberg and Alex Cox and Stephen Elliott. These were the people that my distributors, the independent film companies, wanted those films. Because the studios were supplying the big action movies that people wanted to see like that. But there was a lot of the audience wanted to see these other kinds of high quality movies, and they relied on the directors to tell them if that's a good movie or not. They weren't looking at, is Jean-Claude Van Damme in the movie? They wanted to know if Abel Ferrara was directing the movie. So that came a point where the distribution companies accepted, mostly the financiers, the banks, the investors, accepted the dream of the director.
they looked at that and they didn't automatically say, well, do Romeo and Juliet have to die in the end, or can one of them live, or can there be another gunfight? Can there be some? They started to try to understand the filmmakers, but at the same time, and this is something important for film in Iceland or film from anywhere, universal stories, if something is too specific to a culture, it can sometimes have a hard time traveling. So if it's possible to make a film, a love story, a police story, I know it's popular here, that will also have a theme that will appeal outside of Iceland, that's great. But your principal audience is always going to be here. If you're making a film in Icelandic, you have to really, don't make something people here don't want to see because you think it will be exported. Make it both if you can. Thank you, Rob. Já, Gísli. Já, þakka þér fyrir, takk fyrir þáttökuna og góða ferð. Grímar, ertu með hnút fyrir næstu mynd? Og ef svo hver hann? Ertu kannski bara salla rólegur og hlakka til næsta verkefnis? Já, eiginlega sko. Það ég hlakka mikið til að gera næstu verkefni, en það ekki þannig að ég líti ekki þannig einfalt á það að núna séu bara allar dyr opnar og þetta verður bara walk in the park sko. Það náttúrulega ekki þannig. Það segja það allir að það alltaf erfitt að fjármagna kvikmynd sama hversu gott efni út með í höndunum. Samkeppnin náttúrulega klikkuð, það eru búin til bara 4-5 myndir á ári í Evrópu, þannig að mér dettur ekki að sitja hér og halda bara að nei, engar hindranir, nú verður bara allt gott. En hins vegar hef ég mikla trú á minni aðferðafræði og svona hvernig ég nálgast hlutina og hvernig ég vinn með leikstjórum og hvernig ég vel að reyna að fjármagna mína myndir. En á sama tíma ég útrúlega svona á auðmjúkan hátt mjög þakklátur fyrir velgengnir Húta og það hafa skapað alveg mögnu tækifæri og ég búinn að kynnast útrúlega mikið af nýju fólki og ég að sjá nýja leiðir sem hægt að fara og þannig ég bara alveg mjög þakklátur fyrir það sko. Mig langar ekkert sérstaklega það svona já, eins og Heiðar, hann talar að eina vitið sé bara að gera einhverja formúlumyndir, eitthvað sem eftir að meika fullt af pening í kassan og öldan háta eitthvað. Ég bara ekki sammála því, mér langar ekki að gera þannig myndir, mér langar að gera öðruvísi myndir. Balti kom inn og hann hefði einu sinni verið sammála mér, en séð ekki núna gagnvart þessu endurgreiðslu til kvikmyndamiðstöðvar. Ég ekki að segja að það sé eina rétta leiðin, en það kannski ein leið sem ætti að skoða. Það getur til dæmis myndi það mögulega henta fyrir eins og, hvernig að segja, eins og í Danmörku þá það þannig, og það ekki allt því ég elska bara Danmörku og vil allt sé danskt og þvert á móti, það allt frábært í Danmörku nema Danir, stundum. En þar til dæmis sjónum skipt í tvennt, þar eru myndir sem hafa mikið svona commercial value og fólk trúir á að þessu markaðsmyndir og að markaðurinn eftir að koma og sjá þar og séu svona commercial myndir. Þær fá lægri styrk heldur en myndir sem eru kannski álitnar svona arti. Væri það ein leið? Ættu einhvern veginn að reyna að koma því fyrir að dreifingaraðalar og RÚV og einhverjir kemur inn með meiri pening í verkefni sem væri commercial, sem myndi þá skapa meira rými fyrir myndir sem annars væri erfiðar að fjármagna. Það alls konar svona pælingar. En ég með hnút í maganum eitthvað fyrir út af hindrunum? Nei, ekki þannig. Ég bara frekar jákvæður að eðlisfari. Já, það frábært að heyra. Hér kominn Magnús Jónesson, gjörðu svo vel. Góðan daginn, ég heiti Magnús Jónesson og mér langar að þakka fyrir frábæra ráðstefnu. Kjörið tækifæri til að koma hérna við bræðurnir erum að ljúka við heimildamynd sem heitir vistsporið, ecological footprint. Við erum kannski ekki tala mikið heimildamindir en mér langar að koma hérna ábendingu til kvikmyndamiðstöðvar fyrst að fulltrúar hennar hérna. Við bræðurnir gerðum þessa mynd bara á eigin ramleik en nú komið að því að dreifinni og það ekkert fjármagn til dreifingar. Þetta nú bara svona Jerry Maguire dæmið svo kannski Heiða var svolítið að leggja áherslu á show me the money og þar liggur, það eitt að framleiða að búa þetta til en síðan að búa til peninga úr þessu svolítið, okkur vantar svolítið upp á þar held ég.
ég ætla að spyrja síðan. Það er ekkert mál. Þetta ábendingin og síðan er spurningin. Hún eiginlega til Baltasars. Ég hjó aðeins eftir í Baltasar að þú sagðir að það verið erfitt þetta samtal við bankana og sko mín reynsla, ég er búinn að starfa í orkugeiranum í yfir 15 ár og þetta er þannig að þeir eru algjörlega áhættufælnir og þess vegna verður kvikmyndaiðnaðurinn að tala einhvern veginn þeirra máli og eitt sem er datt í hug þar og nú bara þekki ég það ekki, það er kannski spurningin í orkugeiranum erum við með svona verkloka tryggingar. Er það til á Íslandi í dag og myndi það leysa þetta mál og ef það leysti þetta þá er kannski komið viðskiptatæki fyrir Heiðar að búa til sjóð sem væri þessi cashflow sjóður með verklokatryggingum á myndir. Takk. Gjörðu svo við Baltasar. Það er ekki til á Íslandi. Þetta er afskaplega leiðilegt fyrirbæri. Þetta virkar þannig að það er trygging sem stúdíóið kaupir og fyrir að ljúka myndinni og þegar þú kom og raun og veru er þetta bara þetta er algjört frot þetta bondæmi og ég er ekki að gera lítið úr þessari spurninguðinni og gamla fjármálafyrirtækjum en það sem gerist er það að það er einhver aðili sem tryggir það að myndin komi inn á budgeti en hann tryggir ekki hvernig myndin kemur inn á budgeti eins og segi, hvort ég tæki hann á iPhone-um minn eða bara skjóti íslenskt landslag það sem eftir er bara til þess að fylla upp í tíma. Það er ekki hægt að setja svona á kvikmyndir og það gerist að koma einhverjir menn í gráum fötum, sitja fyrir aftan í leikstjórastólnum og segja tekur ekki þessa blaðsíðu út og tekur þessa blaðsíðu út og svo loka. Í raun og veru, ég sem financier, að ég er líka financier, ég er bæði financier og framleiði oft, þá vil ég fá að taka þessa ákvörðun bara sjálfur, skiljiði mig. Ég vil ekki einhver bankamenn komi og fara að rífa úr handritinu. Ef að ég tel að það þurfi meira, sem financier, og þá er ég ekki að tala sem framleiðandi eða leikstjóri, þurfi meira til að gera myndina góða, þá vil ég frekar fara þá leið að setja meiri pening í hana og veðja á hana, í staðan fyrir að eyðileggja hana með einhverju svona kerfi. Ég segi að þetta bondkerfi er algjörlega fáránlega gallað og það kostar mjög mikið. Þetta er 2,5% af budgeti myndarinnar. Og þetta er eitthvað sem við frekar nota í að þá laga myndina heldur en að borga banka fyrir þetta. En þetta er hluti af vandamálinu, því þeir vilja, þess að ég var að reyna að lýsa á þann, þá vilja að fá eitthvað tryggingu fyrir ég degi ekki á tökutímanum eða skili efninu. En ég er ekki viss um að þú var að styrkja álvera og þú þyrftir, eða væði álvera og þú þyrftir að fá fjárstöðu til að skrifa upp að mér ekki degi áður en að borga tilbaka. Það er ákveðið kerfi og system og fyrirtæki sem er á bakvið þetta. Og eitt leikstjóri það er margótt gegn bara í staðin fyrir annan og klára myndina eða hvernig sem það er. Þannig að það er eitthvað svona belti og axlabanda tilfinning við bankakerfið. Það er að þróast núna ákveð fyrirgefðu Agnes aðeins núna svona nýsköpunar umhverfi þar sem náttúrulega litlu fyrirtækin þurfa á fjárfestum að halda. Startup er svolítið gott dæmi það þar sem er ekki bara kynnt fyrir vondu bankamununum heldur verið að kynna almennt fyrir fjárfestum, alls konar hugmyndir, það er svona kaupráðstefna. Er það eitthvað sem að kvikmyndagerðarmenn geta hugsað það er ekki skuldbinding í því en það er kynning á hugmyndum og ég varpa þessu bara inn að því að mann spyrja líka það er ekki bransi líka að stíga til móts við sjálfa fjárfestum. Ég held að bransin sé að því. Ég held að þurfi bara eldhuga eins og Heiðar. Ég vil bara segja að fyrst þetta er 50 milljónir í svartur leik þá var hann eldhugi að mínum mati. Það er rosalega djarft að gera það við íslenska litla mynd. Það þarf einhvern eldhuga til þess að búa til hedge fund á Íslandi sem er bara að taka, fer bara í bíómyndir og hvort sem það er stóra myndir, það þarf ekkert að einangra sig við einhver bara íslenska myndir bara, en héðan sem er að vinna og hefur ákveðið margar myndir eins og Grímur var að tala um áðan, það þarf oft ekki nema eina til þess að bera margar og þannig er þetta, þessi stóru sjóðir úti. Þeir eru með margar myndir og margar þeir að tapa penningum en það er heildarmyndir sem við verðum að skoða. Heiðar, Eldhugi, þú heyrið það. Agnes, hvað fyrirgefðu greið fram við þið? Taka boltan vegna spurningarnar frá Magnúsi og það er hægt að
það væri hægt að finna einhverja leið í staðin fyrir að fara í þetta svona completion bond sem að komin svona einhver, sem svona eins og Baltasar var að lýsa, að mjög snúið að fara í verkefni á þeim budgetum sem við erum að vinna hér til dæmis, en auðvitað þá þarf að búa til traust á milli fjárfesta og framleiðenda, þannig að menn þurfi að koma sér saman leiðir til þess að fara sem varlegast í því, en áhætta alltaf áhætta. Það var eitt feikilega, sko, þegar ég var að byrja með 100, þá var engin þekking og hún var svo takmark og svo erfitt að nálgast hana. Sales company, ég hef aldrei heyrt þetta, skilji. Og eitthvað minimum garantí og allir þessi hlutir sem að fólk að byrja í þessum bransa. Það vantar svolítið hérna kannski upplýsinga, sko, að halda utan þetta, þess að þá þekking sem búin að skapast í gegnum þá sem búin að vinna erlendis og fleiri stöðum og búin að vera að gera þetta halva ævina til þess að fólk geti leitað í svo þau þurfi ekki að byrja alltaf á sama stað og þetta sama kerfið og myndi hjálpa bankakerfinu að skilja sko, það vantar kannski, ég ekki rosalega hreina miðstýringu, en það vantar einhvers konar, það bara svo akademíu kvikmyndir sem heldur utan þekkingu og list, skilji, að það vantar einhvers konar já, bara einhvern sem hefur það mikla þekking og heldur utan þetta og getur tengt fólk saman, hringdi í Balta og talaði við hann þetta, skilur, hann var að fara í gegnum þetta vandamál, skilur, ég veit ekki alveg hvernig það gert, en við erum svo fá, skilur, þess vegna er ég komin hérna að reyna, þú veist, að miðla af þekkingum hans, en þetta hefur ekki verið mikið gennum tíðina. Já. Laufey, viltu ekki bara standa upp aðeins og það eitt og annað, gjörðu svo vel, Kvikmyndamiðstöðin. Laufey Guðjónsdóttir heiti ég. Mér finnst þetta mjög flott samkoma. Takk fyrir að standa fyrir þessu, Riff. Ég held þetta sé, mér langar aðeins að minna á eitt sem að gleymist. Baltasar búinn að koma aðeins inn á það og hann náttúrulega gera í stærri skala en flestir hérna, nú orðið. En kvikmyndagerðarmenn, framleiðendur, eru einkaaðilar sem að fjárfesta mjög mikið í greininni og hún er náttúrulega uppbyggð sem public-private, varst ekki að segja að væri með 12% væri komið frá sjóðum. Skýrsla sem kemur frá 11,8%. Já, slatti kemur frá öðrum sjóðum en restin kemur í rauninni frá þessum einkafjárfestum sem að heita framleiðendur og kvikmyndagerðarmenn. Mér finnst talandi svona eitthvað gamalt módel og svona hjá Kvikmyndamiðstöð, þetta náttúrulega opinbert apparat sem að þarf að passa vel upp á peninga skattgreiðenda og við erum með formúlera reglur það sem að taka mið af alþjóðlegu samstarfi. Hins vegar á Kvikmyndamiðstöð sem opinber styrktaraðili til kvikmyndagreinarinnar aldrei bein samskipti við fjárfesta, það sko framleiðandinn sem gerir það. Og umhverfið í rauninni hugsað með það og byggt upp með það í huga að stuðla að frekari uppbyggingu greinarinnar og það sem að kemur inn í hana verði til áfram og eins og Baltasar sagði og maður hefur margoft orðið var við, þeir sem eru í þessu í alvöru leggja alltaf mögulega hagnaðinn í næsta verkefni. Maður hefur ekki séð neitt hlaupa í burt með það. Þannig að mér finnst þetta að vera svona kannski vissulega þarf að þróa þetta áfram og mér finnst bara, ég held að sé í rauninni það sem svona gegnum gangandi vandi sá að það trúir enginn, það svo fáir sem að setja sig inn í hugmyndir. Það svo miklu auðveldara að koma að einhverju sem áþreifanlegt. Bankamennirnir í gráu fötunum, completion bond, ég meina að ætla að fara að rífa út blaðsíður úr handritum, ég meina að þú veist, sérfræðingarnir í hugmyndavinnunni eru akkurat gerendurnir og það verður bara að byggja upp þetta traust á milli. Það eru sérfræðingar með rosalega listræna þekkingu sem að verður að vera til staðar og þekkingun og reynsluna í framkvæmdinni og það verður bara að treysta þeim, það verður að byggja upp þetta traust. Þú ert ekki Hallborg, mér langar samt í kjölfar þess meðal sem Baldur kom inn á að spyrja þegar þú ferð á svona fund, ferði ekki þannig samt næstum og hugsa hvernig getur maður tekið kvikmyndamiðstöðina áfram inn í þennan nýja heim sem við erum að fara svolítið í. Að verða þroska kvikmyndafljóð, eins og það byggjum tengslanir, íþendur upplýsingaflæði og svo framvegis. Ég held að það sé alveg til staðar sko, en ef að tala um peninga eða resursa og við náttúrulega verðum líka, jú, algjörlega og ég held að Kvikmyndamiðstöð gerir allt sem að hægt að gera í því og við erum auðvitað með viðveru og regluleg samskipti við hellinga alþjóðlegum aðilum alla jafna og reynum auðvitað miðla og það auðvitað eitt af hlutverkunum.
Absolutt, og ég held að það sé gert eftir bestu getu og möguleikum. Ég held að, en hins vegar þá erum við, fyrst við erum að tala sko enga fjármögnun, það svona efni, þú veist, panelsins, að þá það þetta traust sem að þarf að byggja upp, en mér finnst þetta sko viðvarandi í nánast öllu, það svona trúleysi á hugmyndir af því að það ekkert áþreifanlegt. Það svona eins og, menn segja, sprotafyrirtæki nákvæmlega segja þetta, sami hvaða, já, greinu það En mér langar líka aðeins kannski, ég má segja að það líka mjög oft þegar maður í svona þessu íslenska sprotafyrirtæki, þá gengur umræðum mikið út á það að kenna kvikmyndagerðarmönnum að gera viðskiptaáætlanir. En sko, ég held að sé engin grein þróuð á Íslandi og kvikmyndagerð í erlendu tengslaneti, uppbyggingu, fjármögnun, markaðssetningu og í tengslum við pressu, koma verkefnum sínum á framfæri, ég tala hugmynd. Það mjög góð punktur. Flottur punktur. Nú alveg fyrir panelinn á loft. Mér langar að benda á það að líka að kvikmyndasjóður hefur vegið á allir þessi verkefni sem eru búin að gera gott. Þannig að það líka maður hrósaði fyrir gott val. Já, ég held að það sé ekki spurninga þegar maður fylgist með starfsemi kvikmyndamiðstöðvar að það er hægt að þakka henni fyrir mjög flotta hluti gegnum árin. Aldrei, sko, það er alltaf auðvitað gagnrýna en það er fullt af þökkum sem án á skildar fyrir starfið. En ég sé að panelinn aðeins farin á flug. Rob, you want to say something? Yes, please. I think that one of the things Baltzar was saying is that there needs to be a better understanding, a bigger connection between the Icelandic film industry and the financial banking process, international distribution process, and you're there. I mean, you certainly are doing that, but the ties need to be strengthened. So one of the things I was suggesting to Einar this morning was encouraging at least one of the Icelandic banks to start really to functioning like National Bank of Canada, which is my primary client, in terms of making loans against pre-sale contracts and the government subsidies, at least making a loan against the subsidies so you can have the money in advance, you don't have to wait for the money to come in later. And so there are mechanisms that make it easier to access certain types of funding in the United States because of the banking system, because of the completion bond system, which is the completion insurance that's required. And so just learning more about that. A lot of what I do is translate between filmmakers and bankers, because the bankers don't understand the filmmakers and the filmmakers don't understand the bankers. The bankers and the business people want filmmakers not just to be creative, but to also be business people, to have a business plan, and to have to be responsible with money. And filmmakers are never responsible with money. They've got a vision, they've got a big idea that they want to put on film. And so they need someone, I hate to say it, they need someone to make that vision realized, but with less money. I kind of disagree with Já, nefnir á að segja að sko, ég held að það ekki allir kvikmyndagerðarmenn sko, sem endilega óvarlegir með peninga, þú veist, eða hafa bara sín, þú veist, og það kannski versta sem ég lenti í á ævinni var að tapa peningum fyrir fólki og mér finnst það hræðilegt og ég myndi kannski ráðleggja kvikmyndagerðarmönnum að ekki biðja peninga nema þið teljið ykkur 99% líkur að þið getið borgað á tilbaka. Það engum gæði greiði með því og það er gagnvart samningum eða hvað það en að fá bankakerfið þess að vinna með okkur en til að fá okkur að selja áhættu fjárfestingar skiljið til þess að láta drauminn sér rætast ef að líkurnar meira minni að þetta tapast þá þetta einskisvirði og þetta mun bara halda ykkur vöku og búa til magasár á endanum. Þannig það ekki þess virði. En varðandi kvikmyndasjóð þá borga þeir reyndar fyrirfram hér, þannig að það mjög heppilegt. Við þarf ekki að cashflowa þeim peningum. Já, spurningar? Já, gjörðu svo vel standa á fætur og segja til nafns.
Já, sæl, Ari Gunnar heiti ég hér bæði sem blaðamaður en ég vinn líka fyrir sænskt dreifikafyrirtæki og ég með spurningu til Grímars af því að Heiðar sagði að hann var aðalega áhuga að framlega fjárfesta í kvikmyndum sem var ekkert endilega að vinna verðlaun á kvikmyndahátíðum en nú hefur vann Hrútar verðlaun á Cannes og það hefur náttúrulega gríðarleg áhrif á sölu erlendis, þannig getur þú aðeins rætt kannski hvað áhrif verðlaunin á Cannes hafi á erlenda sölu á myndinni? Grímar, hérna, ég skal bara koma. Já, það hefði bara allt að segja. Þegar myndin var valin á Cannes þá byrjaði það og það tók það bil eina viku að selja myndina nánast til alla landi í heiminum bara meðan á Cannes stóð. Og í sumum tilfellum vildum við kannski bíða aðeins og sjá hvort við vinnum verðlaun af því að þá getum við fengið hærra verð og eitthvað þannig. En það að komast á stóra hátíð og það ekki bara Cannes, það eru bara á stóra A-mynda hátíða sem og yfirleitt á þeim hátíðum sterkur markaður líka þá skiptir það öllu máli. Fyrir svona myndir svo Hrúta, ég nokkuð vissum. Kvikmyndaverðlaun skipta máli. Eigum við ekki bara að leyfa Heiðar að tala fyrir sig sjálfan? Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil reyndar yfirleitt að þú tala fyrir mig. Mér finnst það flottara. En það svona, það sem ég verð að reyna að meina að þegar maður leggur á stað með handritið í upphafi og þegar maður leggur á stað með verkefnið í upphafi að markmiðið getur, að minnst gagnvart fjárfesti, þá það miklu heilbrigðara markmið að markmiðið sé hreinlega að fá peningana tilbaka, fá aðsóknar háa mynd. Síðan það aukaatriði hvort að hún vinnur, auðvitað hjálpar það alltaf eins og ég sagði, það hjálpar, en það getur ekki verið útgangspunkturinn með myndinni. Myndin ætlað að skemmta eða vekja upp einhverja tilfinningar eða búa til einhverja afþreyingu og það það sem þetta gengur út á. En það ekki að fara og vinna eitthvað. Mér úr viðskiptum sem ég yfirleitt í, sem algjörlega ótengt kvikmyndaiðnaðinum, þá skiptir öllu máli að vera með tæra sýn þegar menn fara af stað. Vera ekki með svona einhver áætlun sem gæti verið þetta en gæti líka verið hitt. Heldur hafa bara eitt skýrt markmið og fylgja því. Og upp á það að fá trúveruleika hjá fjárfestum að það þurfa menn að vera með skýrt markmið í upphafi. Og ef það hreinlega að búa til mynd sem skapar mikið umtal, mikið áhorf og annað því um líkt, þá það miklu hreinna. Já, við Heiðar erum alveg sammála, ég er innilega sammála því auðvitað að vera með frábært handrit áður en einhverja stað og hafa trú á því, en á sama tíma áður en fyrir tökur, þá að gera plön, þú mögulega að tala við sölufyrirtæki, þú að áætla, en þú áætlar ekkert að vinna einhver verðlaun, þú áætlar ekkert að frumsýna í Cannes eða frumsýna í Toronto, þú áætlar það ekkert. Jú, þú getur haft einhverjar áætlanir að þú vilt frumsýna á góðri kvikmyndahátíð og alla myndir hafa slíkar áætlanir, en að komast sem fyrst í ferlinu í einhvers konar díalóg við sölufyrirtæki og dreifingafyrirtæki og einhverju sem lesa handritið og það ótrúlega mikils virði ef maður getur það, en það bara mjög sjaldan sem að það tekst að því að sölu- og dreifingafyrirtæki vilja yfirleitt bara bíða og sjá hvernig myndin og þá taka ákvörðun hvort það sé eitthvað sem fyrir þá. Þannig þetta svona svolítið catch-22 þú veist þetta, já. Já, einhverju fleiri sem að vilja spyrja þau, áður ég gef þeim tækifæri til þess að segja 1-2 orð í lokin. Einhverju fleiri? Komast þá ekki svona gott tækifæri til þess að byrta á því hérna, eða spyrja þau. Jæja, við var, ég svo bara standa á fætur og, já. Hæ, ég heiti Eydís og takk fyrir góðan panel og já, mér langar að spyrja hvar maður finnir svona eldhuga eins og því. Ég reyni að vera, þú veist, ef maður skrifa, maður með, þú veist, bara fullt af efni og manni langar, þú veist, að búa til eitthvað track record og ég hins vegar akkurat komið með smá styrk sem mjög gott, en þú veist, lítið á það, lítið á hvað komið inn í verkefnið og þið líka að hjálpa fólki kannski, í byrjun, þú veist, eins og með stuttmyndir eða, þú veist, svona. Heiðar, það verið að spyrja ráð, eldhugan.
Já, kannski var ég bara svona heppinn í fyrsta skipti, first time lucky með þessa mynd. En ég náttúrulega ekki sérfræðingur, ég bara að lýsa minni svona skoðun á þessu og af þeirri takmarkuðu reynslu sem ég hef. En ég get ekki almennilega að svara þér því miður. Hvað mig viðvíkur að þá ég svolítið fastur í því sem Grímar kallar formúlumyndir og það eru myndir sem geta verið mjög skemmtilegar, finnst mér og að minnst kosti áhættan sem ég að taka það allt önnur heldur en í listrænum myndum. Já, við skulum bara að klára þetta. Einhverju fleiri sem að... Nei, það eru fleiri spurningar. Rob, you want to intervene now? Yeah, I just wanted to make a quick comment. It relates to the last two questions. One of them is that there are films that have a certain value that you can see in advance and pre-sell based on the script, based on the director, maybe the cast. So, you know, Balthazar directing a movie with Denzel Washington and Mark Wahlberg in an action film, you could pre-sell enough for the budget. But a new filmmaker who might not have a track record, who might maybe a first-time director, then maybe you have to wait and see if the film wins awards. And that's the difference, is that there are some kinds of films that are pre-sale films and some you have to see how it is in the end. Obviously, the ones you have to see are riskier. And maybe you won't get the investment back unless it reaches a certain popularity at festivals or wins an award in Cannes. And that's a discussion we have all the time at the bank, is when we look at when we see a project we love the script, we really like the cast, but we know that pre-sales will be difficult. Sometimes we'll say this has to win awards for us to get our loan back. And then we have to decide, is it the type of film that will win Sundance, that will win Toronto? So that's part of the investment. Great comment, thank you. Ána með konurnar hérna. Gjörðu svo vel, þú heitir? Rakel Garðarsdóttir. Ég vil bara þakka fyrir þetta mjög jákvæða og skemmtilega umræðu. Ekki ofta kvikmyndaráðstefnu, þetta er jákvætt og bjartsýnt. Mér langaði bara að spyrja einu, og það er mikið búið að tala hérna að það þurfa að gera dýrari myndir á Íslandi og kvikmyndasjóður að setja 90 milljónir í hverja mynd og það vantar mjög mikið upp á. Og ef maður er að leita til erlenda fjárfesta, hvort að þeir lítið á það upp á íslenskuna, hvort að það sé hægt að gera stórar og dýrar myndir, hvort að sé nú aðlaðandi fyrir erlenda fjárfesti að hún sé á íslensku, eða hvort að það yrði þá að gera hana á erlendu tungumáli og hvort að við séum þá að missa þetta menningarlega gildi okkar. Já. Og til hamingju með velun, umhverfisvelun. Húbjörn Stefáns, hver vill svara þessu? Það er sjálfsögðu erfiðara með íslenska myndir. En eins og ég var að segja áðan frá með ófær, þá er þetta að takast. Þetta er búið að selja þetta einasta svæði og við erum að tala alvöru, þetta er alvöru, þetta er að fara í ríkissjónvarpsstöðvar, þetta er að fara á BBC og þetta er alveg, þannig að þessi heimur er opnað. Ég vil meina að Tarantino hafi breytt þessu með Inglourious Basterds. Allt í hennu var það bara mega box office mynd sem var á 3 tungumálum og lítlum hlut á ensku. Ég veit ekki hvort það sé rétt, en það var nýtt módul og Mel Gibson er búinn að gera myndir sem eru á einhverjum dauðum tungumálum, og hann hefur gert það mjög gott, en sko það er ekki hlaupið að því, og það er erfitt. En ég held að menningin okkar sé miklu meira og margt annað heldur en tungumáli bara. Tungumáli er mikils virði og við gerum myndir á því, en það er líka margt annað. Og við, til dæmis eins og með víkingamyndina mína, hver veit hvaða tungumál tala hérna? Það voru bækur að skrifa 300 árum eftir að sögurnar gerðust. Það var einhver grautur, eins og bara íslenski hesturinn, bara grautur af einhverjum stofnum, sem var svo íslenska. Ég veit það ekki, en það verður sennilega ekki, ég veit ekki hvað tungumál þið töluðu, það er eiginlega vonlaust að komast að því, því að bækurnar voru sem íslendingasögurnar skrifa 300 árum eftir að sögurnar gerist. En ultimately, já, ég gæti þurft að gera hann á ensku til þess að geta búið til heiminn. En þá er ég að búið til kúltúr. Ég meina, eru dansmyndir ekki kúltúr? Eru ekki silentmyndir kúltúr? Það er ekki bara tungumáli, það er svo mjög mikilvægt að gera myndir á íslensku. Og ég held þetta alveg eins og með Eiðinn, sem ég var að segja frá áðan, það kannski kemur inn í að nafn mitt er auðþekkt og ég er búinn að gera stóra myndir og en það er mögulegt, menn er ekki að loka á þetta. Actually, þá finnst þeim þetta meira sexy
að einhverju leyti út af því að ég geti skrifað á Íslandi og það eitthvað authentic við það, í staðin fyrir ég tæki þetta handrit og fari með það til Mississippi eitthvað, þá finnst það að það er kannski svo marg, þau fellir í hóp og það líka annað sem erfitt með enskumyndunar, það að þú getur lengt í miklu meira tapi. Í raun og veru íslensk mynd að mörgu leyti betri fjárfesting heldur middle-sized svona amerísk mynd. En það getur enginn komið og það er dýrar að gera þær. Og það er það sem margir voru að lendi í hérna í Skandinavíu, þau voru að gera, Danirnir voru að gera þetta, ég gerði þetta, gera myndir á ensku í sínu heimalandi, og kannski, fyrir það sem átt að gerast eitthvað annar staðar. Lars von Trier gerði heilmikið af þessu. Hann kannski gekk ekki svo illa hjá honum, en það voru margar danska myndir sem voru alveg krössuð. Það fengu engan heimamarkað, það missa heimamarkaðinn og svo náðu þeir ekki í gegn erlendis. Þannig að það er ekki allt sem sýnist í þessu, sko. Þannig, já, svarið er þetta er hægt, en þetta er ekki auðvelt. Þetta er hægt, þetta er ekki auðvelt. Aðeins bara með mann, þú talaði ráðan fagþekkingunni innan, maður væri jafnvel meiri hér heldur en Bandaríkjunum, það er stóra orð, en hvernig sér þið fagþekkinguna að halda áfram? Ég sagði ekki að fagþekkingin væri meiri hér, ég sagði það er auðveldara jafnvel að nálgast betra fólk, það er margt sem vinnur með okkur í þessu og eins og ég var að tala um að því að læsi og tölvulæsi og myndlæsi er mörgu leyti og bara menntunarstigið er mikið hærra hérna. Þar leiðandi er að manna eins og þetta fyrirtæki, eins og RFX, er ekki svo erfitt á Íslandi. Og við erum náttúrulega komið og ég vil alls ekki að hljóma eins og ég hafi verið að gera lítið úr service hérna, því að það er ekki skapa alveg rosalega sterk krú og mikinn basa til þess að gangi í. Þeir mig að koma með stórmyndinga til Íslands og geta sagt, já þessi gæi vann í þessari mynd og þessari mynd, ég get treyst honum, hann er alveg á leveli, hann er búinn að gera svona með þessi kredit, það er rosalega hjálp í því. Þannig að þetta vinnur allt saman og það er til dæmis heilmikil styrkur í því. Við erum kannski ekki með það sem að vantar er kannski hæsta levelið af eins og tökumönnum og það er ekki að gera lítið úr íslenskum tökumönnum. Ég er bara að segja að þetta level að sko raun og veru fyrir neðan leikstjóran, production designerar og þess sko, þú getur ekki alveg selt allt þetta fólk beint í ameríska stórmynd, skiljið. Það eru einhverjir svo Kalli Júl sem hefur náð í gegn og klippararnir, Valdís og Beta eru uppbúin á svona komnir, en þetta kemur allt. Og þetta er að aukast, ég meina, lítið bara 10-15 ára eftir tíman. Það var ekki til. Það var bara Jonni eitthvað þar í Inglewood. Elga, final word now, Rob. Here comes the final word. Final word. Well, my suggestion is whether you're making it. Okay. What you're making is quality. Is the best film you can possibly make, is it the film in English, is it the film in Icelandic? And so that's what you're exporting also. The foreign markets, what they're looking for from Iceland is not Transformers. They're not looking for a huge blockbuster film. They want quality. So if the best quality you can produce is in Icelandic, do it in Icelandic, because that's what people are looking for. Já, ég voðalega litlu við þetta að bæta. Mér bara hefur átt gaman að taka þátt í þessum umræðum hérna og ég held að sá sem er eldhugi hérna inni, hann situr hérna við hliðina á mér og hann raun og veru að breyta þessum markaði, það er að opna svo margt með þessar tengingar og annað þvíumlíkt og það býr til ævintýraleg tækifæri sem voru ekki til staðar áður fyrir þá sem síðan vilja feta sig inn á þessa braut. Ég var ekkert að kalla eldfluga ásins eftir kveikt í. En hérna, það var eitthvað áramöndablaði. Ég bara, þú veist, sko, það er hægt að segja allar sögur. Þú veist, þú getur sést niðurst með einhverjum og sagt honum sögu, þú getur búið til útvarpsleikrit, það kostar ekki mikið, skilur mig. Þú getur gert það sem artmynd, þú getur gert það sem stóra Hollywoodmynd. Þú verður bara að vita, skilur við, hvað er raunhæft fyrir þessa sögu, í hvað formi ætli ég að segja hana. Ekki ætlast þess að fólk sé tilbúin að fjármanna draumana sína og draumana þína og tapa peningum á því. Þetta þarf að hanga saman og það þarf að vera raunhæft plan og hugmynd á bakvið þetta. Og mér finnst stundum kvikmyndagerðarmenn sést svona svolítið vælutónn í þeim, sko, þú veist, mér langar að gera þessa mynd, okkur er ekki allir til að borga fyrir hana, skilur við. Það er bara ekkert sjálfsagt, skilur við. Það er ekkert sjálfsagt að þú fáir hugmynd og heimurum borgi, skilur við. Og hvort að gagnvart bankamönnum eða hverjum öðrum, ef þú vilt fá peninga bankamanna, þá ertu að skila þeim, skilur við mig.
Þetta bara, skilur, ég alveg rífandi bjartsýnn. Nei, ég það, mér finnst það frábært, en ég líka bara leggja alveg rosalega vinnu á mig í 20 ár til þess að ná þessu í gegn, skilur. Og ég held að fólk verður bara að gera sér grein fyrir þetta ekkert gert nema menn séu all in. Agnes? Já, ég ætla nú bara enda á að þakka fyrir þetta tækifæri til þess að leiða fólk hér saman. Mér finnst það mikilvægt að samtalið byrji. Það sem sagt, eins og Baltasar var að tala þetta frekar óþroskað samtala milli fjármagns og framleiðenda og það verður spennandi að breyta því. Já, sömuleiðis, bara takk fyrir að mig að vera með og taka þátt í þessum mjög svo áhugaverðu samræðum. Ég þakkláttur fyrir það, en ég held að vandamáli sé kannski að svolítið skrítið, bara að einmitt á Íslandi eru svo ótrúlega mikið af opbáslega hæfileikaríku kvikmyndagerðarfólki og þá líka leikstjórum og handritshöfundum og svo framvegis en aðgöngumiðarnir finnst mér kannski bara ófáir. Það er að segja, þú þarft þennan aðgöngumiða til að komast út og geta fjármagnað og realisera verkefniðinn, þá þarftu aðgöngumiða og aðgöngumiðinn felst í grunnfjármögnun frá heimalandinu sem Kvikmyndamiðstöð Íslands. Þess vegna á að stórauka framlög til hennar og þá verður allt gott. Já, ég held að skilaboð þessa fundar séu mjög skýr og leið ég óska riffólkinu öllu til hamingju með frábæra ráðstefnu. Þá held ég að svarið sé alveg klárt eftir þennan fund. Ástarsambandið, ástarævintýri, það hafið. Íslensk kvikmynd góð fjárfesting? Ég held að svar þessa fundar sé já. Takk fyrir komuna og farið vel með ykkur. Hi.